hvað myndir þú vilja segja við þú veist, þá sem að hafa verið að tala illa þig, þú veist, og segja hluti sem eru ósannir? Sko, fólk náttúrulega svífst einskist. Það bara heyrir eina hlið og það bara, já, bara, hún eltirhellir og hitt og þetta en eins og ég sagði, það hefur aldrei komið fram að hann var áræddur dóttir mína og það búið að koma heim til mín að hóta mér fyrir framan lögreglu, og móðursystrin búin að vera, kalla mig morðingja og bara skilaboðin sem maður búin að fá. Þau eru ekkert fallið í mín garð eitthvað frekar en þess að þau eru að fá. En eins og ég segi, ég er búin að afhenda öll gögn. Það búið að fara yfir það og ég meina, ég get ekkert, ég veit ekkert hvað ég að segja fyrir sjálfum mig. Einu sem ég get sagt að þetta eru ósannindi og ég hef aldrei fengið kvörtun yfir sjálf, yfir hvernig ég er í vinnunni. En ég vil ekki vera stimpluð sem ykkur geðsjúklingur og eitthvað þannig. Ég get alveg sagt, ég fór í síðustu viku bara vanlega, ég er búin að vera ógeðsleg að lesa sjálfa sig í fjölmiðlum og ég fór og hitti geðlækni og ég vildi bara fá staðfest, bara er ég geðveik, bara getur þú gefið mér eitthvað geðmat og ég er með, ég hugsa líka bara how low can you go, en ég hugsaði bara ég verði að gera þetta, bara fyrir mig og alla og ég sést ekki minn en að geðru hann sagði mér bara vanda betur vali á fólki kringum mig og já. Hversuna heldur að þeir séu að setja þetta allt á þig ef að þú tengist þessu ekki? Sko, eins og ég var að segja, þá grunar mig að B standi eitthvað á bakvega. Og hann einhvern veginn, hvað ég segja, lögfræðingurinn minn er búin að reyna að hafa samband við hann er ekki með lögmann eða neitt, hann er bara að kasta ykkur út og eins og ég sagði, hann sagði það hættir enginn með mér. Ég veit ekki, ég held að hann finnst það bara gaman eða eitthvað, hann er alltaf bara siðblindur og með skjáskot frá æskuvinkonans, þar sem að hún segir að hún sé hægt að taka marka á honum, af því að allar fyrirverandi eru geðveikar. Fyrirverandi undan mér var bara snar geðveik og því hún var að saka hann ofbeldi og allt þetta. En svo náttúrulega bara komst ég sjálf að því að hann, ég var öll maðurinn að blá eftir hann því að hann var að beita ofbeldi. Þannig að þetta er rosalega óþægilegt, þetta er lítið bæjarfélag, þetta er lítið samfélag og það eru mjög margir búin að koma til mér og segja bara, já, bara sorry, við dæmdum vitlaust. Hvernig hefur líf þitt verið svona undanfarna viku, 10 daga, eftir að þetta fór allt á flug? Bara, eins og ég segði bara vonleysi og vanlegan. En ég er bara búin að hugsa börnin mín og ákvað bara, eins og ég sagði, stíga aðeins til hliðar og leyfa þessu bara að vera úti í, já, bara, náttúrulega lesa sjálfan sig og bara, eins og þessi kona hana sem var ásættíðinni, það var ekkert að það sem ég skildi, ekkert að þessu gerðist, þannig að þetta er svona, ég veit ekki, lesa sjálfan sig lygar og get ekki sagt neitt, það er ekki góð staða, það er umulegt. Sko, ég held að sé engin beinn ásetningur hjá A, ég held að það sé bara komið frá B. Að ég er með staðfest að A vill ekki gera neitt úr þessu, vill ekki gera mál úr þessu, en hann sendi mér samt þessu hótun hana. Ég veit ekki. Hvað stóð í hótuninni? Það stóð eitthvað, ég kom með nóg að þessu, ég geði 5 mínútur til að eyða þessu út, annars kasta ég öllu út þig. Og ég mun kommenta undir allt, sagðan. Og það var alveg... Hverju var hann komið með nóg af? Áreitinu greinlega. Frá því? Eða ykkur, já. Núna ert þú búin að segja þína sögu, er eitthvað sem þú vilt segja meira? Ég vil alltaf bara segja að ég stend ekki á baku þetta áreiti. Ég er ekki að búti falsaka á Facebook. Ég er líka búin að verða fyrir þessu áreiti og eiginlega skil ekki af hverju hann er að gera þessu fórnalambi eins og maður segir en þú veist, þessar ásakanir þetta eru ljótar ásakanir, það er ekki, þetta eru ljótar og þungar ásakanir. Ég vil bara, þú veist, að það sé leiðrétt að ég sé ekki einhver barnanýðingur og sé einhver geðsjúklingur og já.
það er svona aðalega bara mannúðið mitt sé laga mannúðið, koma því aftur á svo veit maður ekkert hvernig það virkar fólk er svo ógeðslega dómhart dómstóll götunar